meðan að Evrópusambandið tók það afleiðingu að bara, já, nei, ok, nú má enginn menga, já, nema Kínverjar og sendum allt þangað og svo kaupum það aftur af þeim og umskipum í Marokko. Er allt í lagi í Þýskaland? Hvað eru allir bílarnir ykkar? Veist, þetta bara eitthvað sem fólk gerði og horfði bara á lestarslýsið bara í slow-mo, enda eru Þjóðverjar orðnir brjálaðir. Niðurstöðurnar bara liggja fyrir. Það vill þannig til að það búið til gagnaherbyggið. Mario Draghi bara búinn að skrifa ástandsskýrslu Evrópusambandsins og ég bara, ok, ætlum við að fara í samræðuna viðræður við þetta fyrirtæki með all þessi vandamál. Ég held ekki. Ég held að við þurfum ekki að kíkja í þann pakka. Hvenær náum við að hitta? Það 2042 til 2055. 2055, evran, yay. Nei. Já, Hilmar, hvernig líður okkur? Bara mjög vel. Það ekki? Jú. Glæsilegt. Þú ert skemmtilegast að breyta í þessar viðræður með SB. Fyrir mig. Okay. Persónulega. Okay. Og það því að ég gerði þætti Draghi-skýrsluna. Þar sem ég var að fjalla bara veigamikla þætti. Ég hef verið eins og þú var ég hrifinn af því að ganga inn í Evrópusambandið kringu 2017, jafnvel eftir að Bretar reynda fóru út og taldi það vera bara út á strömlinlegum ferlum, tapi í viðskiptum með gjaldmiðla og fleiri þætti. Og svo fór ég að lesa þessa Draghi-skýrslu, fór að kama aðeins meira ofan í svona söguna og fleira og komst þeirri niðurstöðu að það var ekki heilvanlegt að fara inn í ESB. Og ég gerði þætti þessa Draghi-skýrslu og ég var alltaf að nefna þig sem í rauninni ástæðu fyrir því að ég væri ekki hlynntur því. Já. Og ég var ekkert búinn að spyrja þig út í afstöðin. Nei, ok. Þú varst bara að giska. Já, og það svona þegar þú ert með þessa núna frægu ræðu á áfram Íslandfundi. þá var ég orðinn skítstressaður út af því að þú hefur getað eyðilagt Draghi-skýrslu þættina mína með því að segja bara já, ég held bara að það væri fínt að fara hann inn, jú, þetta flókið en ég held að það væri bara fínt og þá væri í rauninni búið að taka alla tennurnar úr mínum þáttum þannig ég ætlaði nú að senda á þig og segja að fara ekki að vera með þessa ræðu ég þorði ekki að taka sénsinn en upp úr krafsinu kom að við sjáum þetta svolítið eins að vissulega eru ákveðnar viðskiptahindranir sem eru bundnar við íslensku krónuna, íslenskt hagkerfi og fleira sem að mætti gera betur en aftur á móti að fórnarkostnaðurinn af því að fara inn í Evrópusambandið í dag er eitthvað sem að réttlætir það ekki. Hvað þú tekur bara fyrir mér sem svona nokkrar vikur af því að þú ferð þannig á áfram Ísland, hvernig er aðdragandinn, ef þú tekur bara semstu vikunar, hver er aðdragandinn af því að þú ferð í þessa, að fara í þessa vegferð? Sko, hann er nú kannski bara, hefur rosa mikið með það að gera að ég var nú bara á Íslandi, veist, það er nú bara tilviljunum háð, sko, og það var nú þessu máli öllu sem hann ótengt og það barst það einhverjum til heyrna hérna áfram Ísland hópnum að ég væri hérna og veist, það veit nú alveg fólk þó svo ég haldið hérna þrjumræðu 2014 íslenska krónan væri ekki málið og Evrópusambandið mögulega þólanlegt til að losna við hana. Þá ef ég nú bara eins og þú erst búin að giska á mig það vita þetta svona þeir sem vilja veita og þannig að ég var svona bara ég segi ekki að það verið narraður út í þetta en það var svona menn voru að hvetja mig til þess að gera þetta og þá fór ég nú svona bara, já, væri nú kannski bara ágætt að gera þetta bara svona til að leiðrétta allan misskilning. Ég sá líka fólk stundum að nefna mig sem fylgismann þessa máls og þetta var kannski bara einhver aðferð til að bæði, ég fór nú að skrifa þetta allt niður sem var nú eitthvað svona bara sálgreiningar sjálfum mér til að bara ná utan þetta, hvernig þessi þróun hefur verið með mér og í þessum 3 köflum. Og þannig að já, það var bara svona eitthvað sem kom upp á sko og nú er ég hér bara útskýra málum mitt enn frekar held ég já, það er eiginlega nákvæmlega ástæðan því að ég var hérna með Snorra Másson áður en þú komst og ég og hann sjáum þetta ekki alveg eins ég er meira svona frjálsökjum megin í svona peppa þetta frjálsa flæði
nýta í rauninni styrkleika alþjóðakerfisins til þess að bæta lífskjör. Ég held að það sé engum blömmum það að flétta að við höfum grætt á því að vera í alþjóða viðskiptum, en það eru við sem að heitir núna útflutningsstjóð. En aftur á móti þá er það regluverkið sem ég bindi aðalega mína gagnrýni á, og sérstaklega gagnvart þeim iðnaði sem að mun koma til með að vera stærstur hér á landi, sem er hugverkaiðnaðurinn. Þú kynnti því sem nörd hérna síðast þegar við tókum upp þátt, og ég pínu áhyggjur af því að það eru ofmiklir svona spaðar í viðskiptakerfinu, kannski ofmiklir spaðar í sjávarútvegi, en með hugverkaiðnaðinn har kannski bara ofmiklir nördar til þess að við gerum okkur fyllilega grein fyrir því hversu miklir fjármunir eru þarna. Þú nefndir í ræðinni að þetta væri búið að taka fram úr sjávarútveginum og fyrir árið 2030 að þá væri þetta bara orðin stærsta stóð Íslendinga og væri búin að taka þá fram úr ferðamennaiðnaðinum. Og ég hugsaði með mér, ok, þá erum við 2 sviðsmyndir hérna sem ég allavega séð á borðinu með þetta, að annarkvort árið 2030 þá voru komin inn í Evrópusambandið eða þá hugverkaiðnaðurinn verða hann stærsta stóðin. Ég sé ekki alveg hvernig þessi 2 hluti geta farið saman. Hvað er það sem kemur upp í hugan þegar ég reifa þetta? Sko, ég held að sko báður hlutir gæti alveg gerst. En það verður að auka líkur töluvert á því að myndi gerast með því að halda athygli stjórnvalda þar sem hún á heima. Og það er nú að einhverju leiti bara mjög gott við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er í rauninni boð stjórnvalda almenning á Íslandi að ákveða forgangsröðun á því hvað á að gera. Og mörgu leiti bara svona gott fyrirbæri. Nú er ég mikið í forgangsröðun á alls konar hlutum í mínu eigin fyrirtæki, oft á hlutum sem hafa áhrif á 100.000 manna í gegnum tölvuleikjun okkar, og oft er svona beint lýðræði notað, bæði bara til þess að komast að betri ákvörðunum, en líka svona, þetta verður líka ákveðin aðferð til að koma fólki á eitthvað stað. Og nú höfum við bara tækifæri til þess að ákveða að taka þessu boði stjórnvalda að ákveða forgangsröðun fyrir okkur, eða fyrir sig. Forgangsröðun er bara rosa mikilvæg, og það sem stjórnvöld sinna athygli, bara eins og í öllum stjórnunarverkefnum, það blómstrar, og það sem ekki er athygli, það visnar. Og nú erum við búin að vettvangi vísinda- og nýsköpunarráðs, búin að vera þar með hópa góðu fólki að vinna í nýsköpunarstefnu, og það er aðgjöra plan í kringum það og mikið sem hægt er að gera til að auka líkur á þessum árangri og jafnvel meiri. Og svo er búið að setja atvinnustefnu, og það er einmitt Robert Jan Smith, hollensku maður sem situr í báðum ráðum, mikill gullkálfur, og þetta er bara að fá fólk á öðru strax. Ég hef engan skilning á því einhverju svona yfirböð maður er að sinna allar þessari vinnu fyrir okkur, að bara hver sem fekk þennan mann til starfa og líka skilja fólk á öðru. Þetta er algjör toppmaður, og þetta er allt mjög fínt, og það eru mjög skýrar aðgerðaáætlanir sem liggja fyrir. Þetta þarf allra okkar athygli til að láta gerast, og við erum svona komin áleiðis með umturna í Íslandi hvað þetta varðar, en á næstu 3-5 árum gætu við gjörsamlega umturnt hér öllu á góða vegu, haldið áfram að byggja þessa stoð. Hún er þegar komin á bara 10 ára vegferð, þetta langt, halda því striki áfram, og það sem mun kannski minnka líkurnar einna mest er bara að hafa augun á boltanum. Það þarf að rekka þennan bolta í mark, og það að fara eitthvað á einhvern annan völl og fara að spila þar bara einhvern annan leik, það mun bara draga athygli þar inn. Ég var að hlusta á hana Kristrúnu Frostadóttur í Chess After Dark bara núna. Þáttur sem kom á 2 dögum? Já. Og þá sá hún eitthvað svona, það er brjálæðislega erfitt að sækja í Evrópusambandinu, og bara já, ég er bara alveg sammála því. Ég hef nú staðið í mörgum samningaviðræðum og ýmsu, og það er bara brjálæðislega erfitt. Já. Og mér hrýst nú bara hugur að hugsa að munstra okkur vel þarna inn.
það er allir að taka á sínum stóra sínum og það er ekki mikið annað að gerast á með. Fiskur er lýðheilsumál og við þurfum að borða meira af honum. Þess vegna er þetta hlaðvarp í samstarfi við fiskhúsið.is, heildsala þar sem þú færð allt það sem að hugurinn girnist. Hvort sem þú ert í veitingarekstri, hótelrekstri eða fara að halda viðburð þar sem þú þarft ferskan fisk, þá ferð þú inn á fiskhúsið.is og skoðar alltaf úrval sem að þeir hafa upp á að bjóða. Nei, það er líka, ég var að reyna að setja þetta í smá svona íslensk samhengi aðeins þegar að fólk verið svona stórar samræður og maður hefur til dæmis lýst í, ég held Mirza Kristrún hafi lýst í á sínum tíma hver munurinn er á að sækja starf erlendis hjá stóru fyrirtæki í einhverja veigamikla stöðu á móti því að vera hérna á Íslandi. Já. Og í mörgu tilvíkjum ef að þú ætla með að sækja vinnu á Íslandi þá er, Pétur, hann er hérna sonur Gunnu, já, við getum, jú, hann kemur inn í hérna starfa meðan þegar við ætlum með í Danmörku að sækja eitthvað stórt starf, þetta er kannski svona einfalt fyrir stóra stöður en allavega. Já. Það er alltaf öðruvísi erlendis heldur en á Íslandi, þar sem að þú er kannski í 700 manna púlíu, þú hittir eitthvað no-name og ferð á Skype-viðtal þar, svo fer það í næsta stig og þá ertu að taka Skype-viðtal við einhver sem er aðeins ofar, síðan er þeir boðið höfuðstöðurnar með 30 manna úrtaki og þá kannski kemur í ljós hvort að þú uppfyllir skilirinn fyrir þessa einu stöðu. Þú ert bara að lýsa því hvernig að fá vinni á Fenris? Já, nákvæmlega og eðlilega. Já. En ég held pínu að út af því að við Íslendingar erum kannski ekki með fullanaga skilning á því til þess þegar fólk segir bara, já, kíkjum bara á samningin. Þá er þetta pínu svona, við erum með þessa hugmynd það að kíkja á samningin sé að kíkja á, byrju, þekkir þú ekki þennan? Já, heyrðu, jú, við skoðum þetta og við förum bara saman í þetta. Þegar þetta er 2000 manna batteri sem við erum bara að fara í gríðarlega harðar viðræður við Evrópusamband sem að er á svolítið sérkennilegum stað. Þess vegna finnst mér jáið í ágúst vera á svolítið sérkennilegum forsendum hvað þetta varðar. Já, það er kannski alveg auka breyta í þessu að þegar að við vorum að sækja þarna 2009 þá var Evrópusambandið ekkert á eftir okkur við vorum náttúrulega bara persona non grata í öllum heiminum. Núna erum við mjög álitlegu biti og ef ég væri Evrópusambandið ég myndi kasta öllu til að ná okkur inn og ég myndi gera það með miklum klókindum og ég efast ekki að þetta fólk er náttúrulega að skara elda sinniköku og hefur ansi mikið úr að spila og vera þrátta við lönd út alla koppa grundir í áratugi. Það getur verið ímyndaðir gengið sem er hana og það er ég held að öllum bröðum verið breytt að lokka okkur inn ef við opnum á það. Ég myndi treysta þeim fyllilega til þess og þó ég treysti þeim ekki til Mars til þess treysti ég þeim að yes, loksins kom ykkur og sáttu sem að okkur langar að hafa með. Já, þetta er svo við kannski vinklum inn út af því að það er eitt áhugavert og ég held að muni parast ágætlega við þessar samræður er að þið voru núna að gera samning, var það ekki við Google? Já. Þar sem að þið munuðu nýta í rauninni ykkar leiki til þess að þróa gervigreindarforrit einmitt sem leikjafræðimódel hvers konar áhrif mismunandi gervigreindarforrit hafa á vistkerfi. Já. Bara svona félagsleg vistkerfi. Já. Og árun höldum áfram, bara lýstu þessum samninga þess fyrir mig og lýstu því hvað ykkur svona, hvað þið ímyndið ykkur að koma upp á því. Ok, það er nú kannski þetta ferðalag, er nú kannski áhugavert í samhengi við þetta. Það byrjar fyrir, þetta ferðalag byrjar 2017, bara svona til að svona setja í samhengi hvað svona hluti getur tekið langan tíma og ég er nú ekki að spá því að það ekki 10 ár að þrátta við Evrópusambandið en ég held að minni taka lengri tíma en fólk heldur og allavega ef við ætlum að standa á okkar þá held ég að minni taka tíma nema að við föllum á einhverjum bröðum hjá þeim en allavega
2017 hitti ég Demis Hassabis í London. Sem hver? Demis Hassabis stofnandi DeepMind og eiginlega bara guðfaðir núverandi gervigreindar. Það mjög áhugavert að lesa til dæmis all disclosure-gögnin úr málsókn Elon Musk á móti OpenAI og þar eru tölvupóstar þeirra á milli Sam Altman og allir frumöður og það allir bara skítrætti við Demis. Flestar samskipti eru bara hver hætti við Demis og Elon Musk náttúrulega reyndi að kaupa DeepMind áður en Google keypti það og mikið þarna sem að hefur gerst. En allavega, hann guðfaðir gervigreindar, fekk Nobelsverðlaun fyrir AlphaFold 23 í efnafræði. AlphaFold sem sagt tekur öll prótein, manna, dýra, mögulega og ómögulega prótein og finnur út hvernig þau líta út í þrívídd. Það það sem alltaf vandamálið að finna virkni próteina. Þau eru alls konar skautun í gangi og svo raðast þau saman og mynda náttúrulega okkur. Og honum tekst að nota gervigreind til þess að fólda öll próteinin, svo gefur hann gagnagrunninn. Mjög gott að horfa heimildamyndina þetta. Þau hefur gjörbreytt öllum læknavísindum og við erum að segja bara ótrúlega umturnin á læknavísindum þessi árin og þess að nú virkilega menn að byggja ofan á öllum þessum skilningi sem þarna til. Allavega, hann að Demis hann veit sig hvað það mynda. Og við vorum að tala saman hérna 2017, þá þeir að vinna í fyrirbæri sem heit AlphaStar, sem að var að nota StarCraft tölvuleik til þess að þjálfa gervigreind og þar áður voru þeir að nota AlphaGo sem spilaði Go. Go kínversk skák, miklu flóknari en venjuleg skák. Búin að vera til í 3000 ár, skák svona, gefum því 500 ár, hvað skák hefur verið til, hún reyndar alveg síðasta formið aðeins yngra, segjum 500, kínverska skákin 3000 ára. Og það var alltaf það kannski hægt að búið til skákforrit en til að geta unnið mann í Go þá þarf eitthvað allt annað til og þeir búið þarna til AlphaGo og AlphaGo keppir við besta mannin í Go, Lee Sedong sem Kórubúi, gerist í Kóru fyrir svona 10 ára síðan neða nú aðeins lengra, kannski það 12-15 ára eitthvað svoleiðis. Og þar verður leikur 37 sem að verður ómanneskjulegu leikur þegar að DeepMind og önnur skákforrit voru að leika skák við mannfólk og alveg síðan það verður aldrei til svona ómannlegur leikur, það verður til ómannlegar svona heldarleikur, en það ekki neitt leikur sem eftir að gera í skák sem svona mikil umturnun eða svo þessi leikur 37 og vinnur Lee Sedong og heimurum verður aldrei samur og þannig að það var svona ákveðið svona stigi frá byrja á Atari-leikum, svo Go, svo StarCraft, þarna 2017 voru við Demis að tala það, veist hvað the ultimate boss í öllum tölvuleikjum og við vorum bara augljóslega sammála að það var EVE Online, það ekki einu sinni umdelt, það vita það bara allir sem vita eitthvað, það engin leikur eins erfiður og flókin og EVE Online, það kostur og kalli EVE Online og við vorum svona fabulegar það, hvað myndið þurfa til og eitthvað svona og sáum nú að nokkri leikir á milli StarCraft og EVE Online en svo hittust við fyrir ári síðan á ráðstefnu í London og þá sagði, ég held að þessi bara komum tíma á þetta og hann var samanlega og við byrjum að tala saman meðan að það gengur á þá var ég búin að vera að tala við Kórubúna mína bestu vinu í Pöllabis að væri kannski komið tíma á að gera útgöngu úr því sambandi skonar Brexit á CCP sem verður Fenris úr þeirri fjölskyldu og þeir voru svona því alveg ekkit ósamala þeir voru bara mjög uppteknir með sitt og við gerum þetta og gervigreindin að hellast yfir allt og við veitum ekki alveg hvernig við höfum að mynstra allt saman og það tekur svona 3 ár að semja við þá bara svona eins og ég held að þetta ekki 4 ár fyrir Breta frá kosningur þá til eru komnir út og 1 ár fyrir okkur að fara inn og svo erum við svona að ræða við Google meðan á þessu stendur og aðra fjárfesta
og svo loksins náum við að ná öllu saman, sko, samninga við Pöllabase kaupaverð og kjör og allt slíkt, mynda hópa fjárfestum með Google DeepMind sem minnihlutaeiganda, fari gegnum due diligence ferlið hjá Google sem alveg svona Draghi gæti skrifa skýrslu það lögfræðingur út bókstaflega alla jarðir og fórum hann tíma í gegnum þetta, hann voru okkar mannskapur hjá Fenris settið braut allar væntingar jákvætt hjá Google, sko, þess að fyrst við lögðum fram eitthvað plan, þetta mun aldrei gert. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl og þess vegna mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. En það gekk nú allt upp og hann líka, sko, vann með okkur að það svona gervigreindar hraði á svona málum hjá Google. Allt sem mögulegir, sko, allt sem möguleg stöðutaka í gervigreindar heiminum. Þar augljóslega kikkar inn eitthvað annað ferli hjá Google þar sem þeir hreyfa sig á allt öðrum hraða. Og mjög bara aðdáunarvert að sjá svona stórt fyrirtæki hreyfa sig svona hratt. Það kannski til eitthvað þannig móti í Evrópusamtinu, ég hef ekki séð það en kannski. Þannig að þetta kemur allt saman og á sama tíma við að leggja ráðin á nákvæmlega í smáatriðum hvernig við ætlum að gera þetta. Og núna vorum við að gefa út á föstudaginn yfirgripsmiklar bloggseríur, bæði frá Google á þeirra bloggkerfi og við á okkar bloggkerfi 2 leikir sem við höfum notað, Online partur og svo Frontier. Þar sem við erum í rauninni að búa til svona leikvöll fyrir gervigreindar erindreka, sem æðislegt íslenskt orð agent. Þar sem að erindrekar Google geta verið að fyrst að vinna á móti hver öðrum og læra að spila leikinn og vera í hópi með öðrum erindrekum og svo kannski ekki allir með sömu markmið, þannig að þeir geta verið að svíkja hvern annan og pretta eins og yfir oft frægur fyrir. Það ekki allir, það gengur ekki öllum gott til sem spila í online, bara eins og í lífinu. Og nú erum við að gera þetta á svona enga leikvelli, þar sem bara erindrekarnir að spila hvern annan og svona fyrst og fremst að læra að spila í online. Og við lærum mikið af því það hvernig fólk lærir að spila í online eða jafnvel ekki lærir að spila í online. Og svo líklega fyrir við að sleppa þeim lausum í nýjum leik sem erum að vinna í sem heitir Frontier. Það sem að það er svona meira þol fyrir að vera að sleppa slíku lausu. Kannski að lokum sleppa þeim inn í online, en það var náttúrulega miklu flóknara mál. Og kannski hugmyndin þarna að nú erum við á enn einum tímamótanum í gervigreind og þau hefur bara verið mjög mörg og þau eru mjög mörg á hverju ári. Þar sem að, núna gervigreindin því sem næst orðin betri að skrifa forritskóða heldur en mannfólk. Og hún vissulega betri að finna bugga í forritskóða heldur en mannfólk. Og nú gervigreind að smjúga inn í öll tölvukerfi, viljandi og óviljandi meira segja. Mjög frægt atvik núna með Hugging Face, þar sem að gervigreind bröst inn í vefsíðu sem heitir Hugging Face til að stela prófniðurstöðum. Þau voru að prófa gervigreindina og hún nefndi ekki að klára prófið og fór bara að hugsa, þetta próf, ekki að það bara fá niðurstöðunar eitthvað staðar, og braust inn í Hugging Face og stal prófunum og sagði svo bara, þetta svarið. Alltaf, það er alls konar svona hlutir að gerast og þetta kannski pínlítið komist en það eru til útgáfur af þessu sem alls ekkert komiskar. Nei, mitt. Og þá þarf að búa til eitthvað svona box sem einangrað frá okkar raunveruleika, þar sem við getum séð gervigreindina og hvað hún getur gert og jafnvel lokka hana til þess að sína tennurnar, við notum það orð og við höfum prófað þetta nú þegar, við höfum líka að vinna með öðrum, við höfum ekki bara að vinna með DeepMind og það verður bara mjög áhugavert að sjá hvað hún verður mannleg þegar maður segir henni að vera vondikallinn. Og þetta ekki hægt að gera nema í nægilega flóknu umhverfi
en þó þannig umhverfi að þetta valdi ekki skaða í raunveruleikunum og við erum meira og meira að sjá þetta sem svona einhvers konar leikvöll, einhvers konar próf, einhvers konar svona gagnsæi á hvernig þetta getur endað illa og þannig fundið einhverja leiðir til þess að beisla þetta þannig að það endur nú ekki illa bara í okkar raunveruleika. Nei, og þetta ástæðan fyrir því líka, ég sagði að þetta væri áhugavert inn í þessar umræðu sem við erum með hérna núna. Ég rúti að þannig í rauninni verið að keyra, eins og ég nefndi þann, í svona félagslegu vistkerfi, gervigreindina, sjá hvað áhrif hún hefur, sjá hvað við getum lært og annað. Og þá komum við aftur að Evrópusambandinu, þar sem að við erum með reglur sem að draga úr því að við getum í rauninni tekið þátt í að læra á það hvernig áhrif þessir gervigreind mun koma til með að hafa á okkar vistkerfi, okkar félagslega vistkerfi, bara hér á Íslandi og náttúrulega bara í öllum heiminum. Og ástæðan fyrir því líka að ég hef svo mikið verið á móti því að við förum að taka skrefi átt að þessu út af því að Draghi-skýrslan tekur mjög skýrt fram að Evrópusambandi muni ekki að óbreyttu í það minnsta taka þátt í þessu. Lausnin þeirra reyndar að gera þá ennþá ólíklegri til þess að geta tekið þátt í þessu sem þykir alltaf mjög sérstök og ég fór yfir í hérna þessum þáttum. Og inn í þetta kemur síðasta breytan sem mér finnst mikilvægast að þetta verður líklegast stærsta stoð okkar Íslendinga varðar hagvöxt og annað. Þannig að þegar við erum með og erum að vega þessar breytur inn, að þá þykir mér viðskiptakostnaður á því að fá mögulega hugsanlega evru ef við mögulega hugsanlega förum inn í Evrópusambandi mögulega síðar ansi, svo ég líka málum minni, mér finnst það bara sérstakt þegar við erum með þessar breytur fyrir hendi. Sko, það margt þarna og margt hvernig EU AI Act verður til áhugavert og gefur mikla innsýn í menningu og skilning og markmið Evrópusambandsins. Og í fyrsta lagi byrjaði þeir að skrifa þessa löggjöf áður en ChatGPT kemur út. Og Ég ætla út af því að fólk þekkir þetta ekki. Þetta sem sagt GDPR sem við erum að reyna búin að innleiða. Já. Það þessi svona grunnstóð sem lögð upp með sem þessi persónuverndarlöggjöf. Ofan á þetta kemur DSA, DMA sem svona Digital Security Act eða eitthvað og Marketing Act, DMA og svo þessi NES 2 og svona Grand Final var þessi AI Act sem þessi svona gervigreindar svona reglugerðir sem að þeir alltaf setja á laginnar. Já, þú getur hendir Mika þarna og ennþá meira í þennan pott. Já, ég þekki það ekki einu sinni. Nei, það svona fyrir ekki alveg þangast strax. AI Act. Sko, þeir eru eitthvað að byrja að möndla með þetta áður en ChatGPT kemur út og þeir setja þetta fram 23 tweet frá honum TR hvað heitir ég ætti nú að gráða upp, þú getur kannski þetta mynd á það. Gráða, hvað Já, sem sagt Thierry Breton sendir færslu á X 23 og fagnar því að nú loksins geti Evrópa byrjað að vinna gervigreindarkapphlaupið að því að nú er sér löggjöfin komin. Og svo hópur og fólkið þarna sem augljóslega búið að vera pungsveitt að skrifa þessu löggjöf. Allir mjög fagnandi, þetta svona vídeó, þetta voða krúttlegt alveg bara og alveg dásamlega dæmið hvað þessum fólki virkilega gengur gott til. Það bara bara mikil birta yfir þessu. En svo náttúrulega bara veldur þetta þverjum áhrifum og það enginn að fjárfesta í gervigreindan einu viti í Evrópusambandinu og fyrirtæki sem átti ykkur af von Mistral í rauninni bara núna komin í annan business, þeir eru farin að hýsa kínversk módel af því þeir bara fá ekki pening til að keyra næsta þjálfunar skref sem að verður bara dýrara og dýrara og er mikið kapphlaup þar og fá ekki einu sinni aðgang af kuppum til að kaupa af því það vil ekki vera eða kuppum í þá eða compute cycles rífi upp íslenskóðin. Fyrir vikið að því að fólk horfir bara á þessu löggjöf og hún er bara stórskrítin og hún er stórskrítin vegna að hún er skrifið fyrir ChatGPT
og menn eru svona fabulera hvernig gervigreining gæti orðið. Mikilvægast að breyta hann alltaf af fólki líka sem kannski ekkert með sérþekkingu á þessu sviði. Nei, en það menni á þessum tíma hafði bara engin sérþekkingu á því sviði sem við lifum í dag. Fólk hafa bara svona að spekulera hvernig þetta gæti verið og svo bara hafa hlutindi breyst svona 40 sinnum. Og svo komaði mitt ASML sem er nú bara merkilegasta fyrirtæki Evrópu, bara annars því merkilegasta fyrirtæki heimi, maður bara horfir á það alveg grunditt, hollenskt fyrirtæki, kemur út úr Philips, en svo flest merkileg fyrirtæki í Evrópu. Philips, náttúrulega alveg algjör stórveldi í nýsköpun, svona þegar brotnar upp, svona þegar Bell brotnar upp í Bandaríkjunum, svona evrópsku og sokkar Íslendinga. Já, og sokkar Íslendinga. Þeir alveg henda upp hvítum fána og hönskum og öllu sem hægt að henda upp og það verður neyðarplástur á gervigreindarlöggjöfina sem heitir Omnibus sem er hérna bara til að plástra þetta, þannig að þetta myndi ekki alveg drepa Mistral og ASML hérna og hann fórstjóri ASML var núna bara síðast í Christophe Fouquet. Já, vel gert, hann var núna síðast í júní en aftur grátið Evrópusambandið að róa sig í þessu rugli og það eru nú bara dauðadómur yfir öllu þarna ef ASML myndi nú flytja sig til Bandaríkjanna. Held að muni nú ekki gerast þeir eru stoltir hérna í Hollandi og vonum bara það besta en ef að þeir flýja þetta fyrirbæri og ná ekki að tjónka við þá og þetta er eins og ég segi líklega merkilegasta fyrirtæki bara í heimi kveða alla til að skoða að það er heimildamynd gerð af YouTuber sem heitir Veritasium sem hann fer yfir hvað þeir er að gera hjá ASML og það bara, þú horfir á það þá... Já, þetta er alveg magnað. Þetta er einhverjir 50 leysigeislarar í einhver dropa á sekundu til þess að skapa eitthvað sem endar í einhverja afurð sem að býr til ótrúlega flókin chips og til þess að færa búnaðinn að þá þurfa þeir 7 stóra vörubíla og 2 flugvélar. Þetta er eitthvað svona absúrd dæmi. Já, og bara fólk verður að horfa á þetta og líka bara hugmyndaflugið hafa dottið þetta í hug, sko. Þetta snýst um það að það var bara átt að gera örgjör og ákveðið litla. Það var átt að koma þeim niður í svona ákveðið stig og til að komast á næsta stig, þau gæti enginn séð hvernig átt að gera það. Og þarna í þessu tilfelli, þú horfur á hvað svari var, þá bara, já, ég skil að hverju fólk var að gefast upp. Þetta er bara engan hátt eðlilega eins og bara dettið í hug hvað þá að gera það. Það tók alveg 15 ár fyrir það að búið til fyrstu functional prototypuna sem komið þarna til Samsung í Kóreu sem var fyrst í viðskiptaunum og ekkert virkaði og þetta er alveg dásamlega allavega. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú har til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögi núna í haust eða þá einfallega vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig og þurfir ekki að vera hugaði þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin. Þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega ef að þeir eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. Það er alveg merkileg fyrirtæki í Evrópu ennþá. Þannig að það er mögulega hægt að berga þessu. En allavega ef að þetta fyrirtæki kefst upp á þeim, þá veit ég ekki. Þá þannig að kalla brunabílinn. Já, þetta er líka, sko, það er annar vinkill í þessu, svo, því, eins og segi, við erum að tala um Evrópusambandið en við erum líka að tala um allt aðra hluti, að það sem að mér þykir vont eftir að ég fór einmitt að skoða svona í kjölfar Draghi-skýrslunnar, Draghi kemur náttúrulega fram, segir, herðu, þið eru ekki að standa undir neinum af þeim fjárfestingu sem að þið eru að standa undir, fjárfestingaþörfin er gríðarleg, framkvæmdastjórnin enda viðurkennir það, mjög sérkennilegar hugmyndir endar hér á landi í aðdraganda þessara kosninga að segja að þetta sé svo frábært plagg út en nú vita hvað það er alltaf að gera en aftur á móti þá gera fjárlög ráð fyrir 7% af þeim fjárfestingu sem að Draghi sagði yrðu nauðsynlegar til þessa rétt úr kútnum. En út af því að þú nefnir fyrirtækin, sko, það sem hefur farið fyrir brjóstið á mér er út af því að þróunin er svo ótrúlega hröð og það sem Bandaríkin er að gera skynsamlega, Kínverjar einhverju leyti líka, er að þeir eru að passa upp á það að þeir séu ekki fyrir sprotafyrirtækjunum, litlu. Það er það sem að mér þykir miklu mikilvægir þessu. Mér er rauninni sama
stórfyrirtæki, þetta eins og þegar ég talaði við Þorstein Víglundsson bingamarkaðinn, hann sagði þegar við erum alltaf að reyna að setja reglugerðir fyrir bingamarkaðinn, við hjá BMW Alla eða Hornstein eða hvað sem það við höfum ekkert áhyggjur af því, við erum með 2-3 lögfræðinga sem við getum hringt í eitt fyrir bingo og þeir bara fara yfir reglugerðirnar og finna eitthvað út af því. Aftur á móti þegar þú ert lítill sproti og þarft að hringi lögmann með 25.000 kall á tíman, þá er náttúrulega bara drepur það þig og þú segir, heyrðu, ég er farin til Bandaríkjanna. Það er aðalatrið í þessu, ekki stórfyrirtækin. Nei, sko, en sko þó leiðin líka mikilvægt, sko. Já, leiðin að þessu samt, byrjar einhvern veginn einmitt svona. Það verður að reyna að ná böndum á amerísk stórfyrirtæki. Og og alveg bara full ástæða til. Ég er ekkert að gagnrýna það. Það má alveg tjónka þau til. En þau eru ansi öflug. Og það þarf ansi stífa og yfirgripsmikla reglugerðir til að reyna að ná einhverjum tökum á þeim. En þar innan búða eru náttúrulega bara besta fólk í heimi að vinna á móti svona og svo núna á síðustu vestu með gervigreind sér í lið. Og ég á erfitt með að sjá hvernig ykkur lögfræði á pappír muni ná einhverjum böndum utan þá, sérstaklega skrifuð bara af innan gæsalappa einhverjum lögfræðingum. Ég held að fólk er svolítið erfitt með að ímynda sér á hvaða tíðnisviði þessi fyrirtæki að vinna. Og það gerir þegar kemur að svona, hvað er persónuvernd og hvað er persónugreining og allt það. Ég held að, sko, það myndi æra óstöðun að bara fara yfir það, hvernig þetta virkar, sko, þegar búið að varpa þessu öll í latent space í 40 vítir og þú ert bara einhver vektor sem ferðast í einhverju tíma og rúmi og hvort þú sé manneski ákvörðat núna eða hugsanir eða athygli, það er búið að taka þetta upp á okkur domain þar sem að lögin bara ná ekkert yfir svona fyrirbæri, þetta er bara yfir skilvillegt verið sem fyrir fólki sem vinnur með þetta. Þannig að reyna að fara að búi til einhverja lögfræði til að eldast við það gengi, ég er ekki að sjá það virka. En lögfræðin sem eftir situr, sem þetta fólk hoppar í kringum, bara eins og BMW Alla og Hornstein versus pabbi minn sem voru að byggja hús í 50 ár og var hjá honum fyrst og bara búin að reka lítið verktakafyrirtæki og hann er bara honum 12 snillingur til að geta bara lifað af í þeim bransa, Guðmund almáttugur. Og þetta rosalega reglugerða virki sem er sett þeim til höfuðs hefur hins vegar miklu minni áhrif á það en fólk gerir sig grein fyrir. Útrýmir svo bara öllum hinum. Bara einhver lítið startup í Portugal sem það bara, að ráða sér lögfræðing til að, bara, hvað getum við gert? Megum við gera þetta? Já, útskýra þetta betur fyrir mér. Já, við erum að gera þetta? Ég skilja það ekki. Ég á svona endalega svona bara samtali mín eigin fyrirtæki við okkur eigin lögfræð sem eru svakalega góðir. Og við erum Þetta er einmitt reyndar sem að Guðmundur Hafsteinsson nefndi líka í viðtalið hjá mér. Að það sem að væri verst við þetta væri ekki endilega löggjöfin sjálf og að reyna að komast í kringum hana, heldur að þú verður alltaf á afturlöpun og gangast öllum ákvörðunum og það er allar ákvarðanir sem voru að taka dagstaglega, jafnvel þó þú nýttir gervigreind og er alltaf, má ég vera að gera þetta? Já. Og það er alltaf líka eitthvað túlkunaratriði þá eins og opinbera sem þarf það að svara því, gefa sér 2 vikur í það, allt svona. Já, þetta er nákvæmlega þannig. Það er oft á tíðum er þessi löggjöf svo nákvæm að þú getur bara óvart hitt eitthvað vír í eitthvað staðar í þessu víraverki og bara, þér gengur ekkert illt til, en það bara að þú gerðar ekki nákvæmlega svona heldur eitthvað aðeins öðruvísi. Niðurstaðan er kannski alveg svipuð og það ber engan skaða af. Það bara var ekki alveg nákvæmlega gert eins og þeir vildu hafa það til að passa inn í eitthvað nálur auga til að eldast við ameríski risafyrirtæki. Bara eitthvað lítið startup sem gerir bara eitthvað svona og svo bara kemur ykkur inn og segir bara, er það að gera svona? Þið getur bara lent í fangelsi. Það er ómögulegt að vinna svona, þetta drepur niður allt ímyndunarafl. Og það er þessi endalösa þörf til þess að reglusetja allt lífið sem náttúrulega varnar nýsköpun. Nýsköpun er alltaf út fyrir það sem að þekkt er og það þarf að gefa fólki frelsi til að gera á litlum skala bara einhverja vitleysu og smá saman kemur inn á okkar markmið. Og þá kannski voru orðið ákveðið stóra og annað, þá má kannski fara passa upp á sér að gera þetta rétt, sko. Ég menn þegar við fórum í gegnum GDPR innleiðingu hjá Fenris, það voru 6 mánuðir
það var mjög flókin samþækting af lögfræðingum, tæknifólki og alls konar bara ferlum í fyrirtækinu og eru slíku viðskiptamanna skrár fyrir 50 milljón manns út alla koppagrundir og það þarf að lyfta upp öllum teppum og steinum og ég veit ekki hvað og svo kom bara í ljós að heilt yfir var bara fínt hjá okkur en þetta fari gegnum allt þetta setja upp alls konar ferlar til þess að þeir væru nákvæmlega eins og Evrópusambandið vill hafa það þó svo að við vorum alveg með persónuvernd okkur fyrir brjósti, við vorum ekkert eitthvað níðast á henni hann einu leiti það var bara ekki nákvæmlega að gera það eins og Evrópusambandið vill útfæra það allt saman og ég meina þvílík verðmætasköpun. Já, þetta mjög sérkennilegt sko og einhvern veginn ég held að þessi vandi sér líka sá, ég búin að nefna það núna nokkru þáttum að við ímyndum okkur og við séum að fara inn í Evrópusamband Rómasáttmálans sem þessi bara svona viðskipta samþætting, bara straumlínulega ferla, reyna að bæta úr jafnvel einhvers konar hagræðing kemur þarna en svo kemur Lissabonsáttmálinn sem þetta pólitíska vald sem byggir að því að Evrópusambandið til þess að undirbyggja alla þessa straumlínulega ferla að þá verðum við í rauninni að hafa pólitískt vald og með lýðræðislega kjörna fulltrúa til þess að takast á við þetta og getum yfirfært að líka verið Bandaríkin þegar Mark Zuckerberg kemur fyrir fram hann þingnefnd og maðurinn spyr til þess að Mark Zuckerberg á Facebook sé einhverjum undirförlum ástæðum að sinna sinni starfi og hann endar að segja Mark Zuckerberg we sell ads senator og þetta líka pínu vandinn innan Evrópusambandsins þar sem að fólk einmitt að segja við viljum hafa regluna svona en ekkert með kannski grunnskilningin og eðlilega Dario Amodei sem hannaði Anthropic sem stýrir Claude segir bara sjálfur, margt af því sem við erum að gera alltaf dag, við erum ekkert alveg með skilningin á þessu og þá myndi ég alveg skilja fólk þurfum við þá ekki að fara bremsuna, passa okkur og ég hugsa með mér þá erum við samt bara að passa upp á það að við verðum alls ekki með þessari framþróun. Já, sko, það bara frábært dæmi að vinna í kringum nákvæmlega þetta viðtal Mark Zuckerberg, þannig í þinginu. Ég held að það sé alveg bara, það svona ísjaka toppurinn á öllri þessari sögu. Að því nú náttúrulega, sko, verður Facebook algjör umturnun á mannlegu samfélagi, bara alveg ótrúlega mikið, ótrúlega hratt. Og við höfum alveg upplifað svona umturnanir áður, maður getur rétt ímyndað sér þegar Gutenberg gerir prentvélina, nú getur allir verið að gefa út eitthvað svona upplýsingamiðla og svo sá sem á prentvél hefur allt í einu bara ofurkrafta til að prenta eitthvað út og dreifa alls konar upplýsingum, hvað sem eru réttar eða rangar eða hvaða hagsmunir voru í gangi eitthvað svo leiðis. En við höfum bara marga áratugi að jafna okkur á þessu, jável bara 100 ára að jafna okkur á prentvélinni. Facebook verður hann bara til á einhverjum bara 7 árum frá bara hann hérna hakka eitthvað svona hot or not klóni í dorminu sínu og og þangur til að bara þetta komið billjónum manna í viðskipti og allt umturnast og Evrópustandi horfir á það, ok, nummer 1 eru nú komið böndum á Facebook sem nú kannski allt í lagi, það má alveg tjónka við þá á þessu stigi en þeir fara líka að reyna að varna því að annað Facebook verði til bókstaflega. Það bókstaflega tilgangurinn þetta má nú ekki gerast aftur. En bara vandamálið þetta þegar orðið, þá þarf einhver leita að taka því, það næsta sem kemur verður bara einhvern veginn allt öðruvísi. Þú getur ekkert verið að horfa á Facebook og reyna að varna því, þetta orðið hlutur. Getur ekkert farið að byrja þann brunn. Það mun eitthvað allt annað gerast og það getur enginn séð þetta fyrir. Það fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem það í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuðum með góðum vinum. Kaldi á einfaldlega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég gríðarlega ánægður með það. Nei, og það líka bara spurning hvar sko, þetta svolítið eins og þú segir sko, ef við myndum sjá einhverja stíplu sem að eftir að hyggja hefur verið vond og þá þurfum við náttúrulega bara að banna gröfur. Já. Út af því að við getum ekki haft gröfur þá, þú veist að gröfurna voru nauðsynleg til þess að byggja þessa stíplu sem við sjáum núna að flæðir yfir árabakkana og það vond
þar af leiðandi megum við ekki að það þarf að passa upp á það að aðrir séu ekki með gröfur. Já. Og þetta er mjög sérkennilegt viðhorf og ég sko deili þeim áhyggjum samt að þetta sé alveg, ég svona pílu Nick Bólström maður, bara paperclip maximizer, bara ef einhver gervigreind fær það command sem er nægilega vel að sér í því að geta tekist á við það verkefni, þá var það hræðilegt fyrir heiminn. Já. En hins vegar að þá bara, það eru hættur í heiminum og við erum ekki að fara að bómullarvæða okkar eigið þjóðríki, sko. Já. Sko, aftur á það sviði, sko, ég alls ekki ósammála því. Það full ástæða til að koma böndum á þess að gervigreind. Ég held að það sé bara ekki gert með lögum. Ég held að það sé, ástæðan fyrir við erum að gera þetta sandbox, þar sem getum haft gervigreindina í, og getum virkilega séð hennar eðli, þannig má orða, inn í einhvers konar afmörkuð umhverfi, sem er þó nægilega flókið til þess að við getum séð hvernig það gerist, að því vandamálið að það er erfitt að greina í þessum mótulum í rauninni hvað er að gerast, og þá sérstaklega þegar eitthvað er að fara úrskeiðis, og það þarf bara að gera ansið djúpar rannsóknir á þessu. En það að byrja á því að setja lögum að það sé ekki einu sinni að þetta búina til að sjá hvernig hún verður og setja henni í sambóks og prófa það. Og ég heldur ekki að mælast til þess að fólk fær eitthvað að búti lögum að já, ef að gervigreindi getur spilað í online í 1 ár og engin kvartar, þá kannski má sleppa henni lausi. Veist, það er líka einhver ofvirkni í aðra áttina, sko, og þegar við erum að tala við gervigrindafyrirtækin, þau finna alveg til ábyrgðar, en þau finna líka fyrir því að þau eru öll að keppa við hvort annað og ef það er ekki við, þá eru það kynverjarnir og allt þetta, sko. Erum við tókstar þetta? Já, þetta er bara kapplöp og það þarf virkilega að ávarpa þetta með einhverju, en ég veit ekki hvort einhverju bjúrókratar í Brussel sé svarið við þessu. Hvað er að þeir gera í rauninni? Eins og ég segi, þetta gerist bara einhverju tíðnisviði sem bara eyrun okkar heyri ekki, sko. Þetta er bara eins og, veist... Þetta er svo hundaflauta. Já, hundaflautur. Þetta er bara, já. Miklu klárar en við. Já, þetta bara heyrir alltaf á hluti, sko. Þetta er að gerast á höfrungamáli og við erum að reyna bara eitthvað skrifa og eitthvað pappir í Brussel og bara, já, við erum að setja þetta í flokka, þetta getur verið hættuleg gervigreind og svo bara ekki hættuleg gervigreind og eitthvað. Það eru 4 flokkar, rosalega skrýtnar skilgreiningar og eiga ekkert við raunveruleikann í dag og ég veit ekki hvað, sko. Þetta er bara, og aftur, ég gengur öllum gott til og þetta fólk er að gera sitt besta og allt það. Niðurstöðuna bara liggja fyrir. Ástandsskýrsla Draghi er bara, við förum aftur í fyrirtækjaviðskiptin, og nú áttu verið notað, þetta síðan svo kaupa fyrirtæki eða sameinast fyrirtæki. Þá er maður ofta að fá ástandsskýrslur og verið í gagnaherbyggjum og sjá hvernig þetta gengur. Það vill þannig til að það er búið til gagnaherbyggið. Mario Draghi er bara búin að skrifa ástandsskýrslu Evrópusambandsins og ég er bara, ok, ætlaðu að fara í samræðuna við þetta fyrirtæki með all þessi vandamál. Ég held ekki. Ég held að við þurfum ekki að kíkja í þann pakka. Nei, Konráð Guðjónsson kom með frekar finna samlíkingu, sko, þetta núna er ein auglýsingin, sko, það sé einhver svona þöngulhaus, sko, sem að vill ekki kíkja í íbúðina, vill ekki kíkja inn, vill ekki skoða hvernig íbúðin er. Já. Og hann segir nei, ég vil ekki sjá. Og ánáttúrulega að vera þessi svona leiðilegi neyjari, sko. Og Konráð Guðjónsson sagði, sko, ég meina, og tók eiginlega sömu samlingu á að ég lét þessa íbúð í ástandsskoðun. Já. Og það er bara miklaðina steypu við eldhúsið og það þarf að fara í dren og lagnir og þakið er orðið illa á sig komið. Þá myndi maður segja, nei, ég þarf ekki, sko, ég er með ástandsskýrslu Já, það er bara búið að gera áreiðanleikakönnun og hún leikur fyrir, hún er í gagnaherbygginu og nei, takk. Já. Herðu, það er annað sem þú nefnir í þinni ræðu þannig áfram Ísland sem er með ETS-kerfið, þar sem komið kannski örlítið umfram þitt svona sérsvið en þó ekki út af því að þú hefur unnið við það að gera leikjakerfi og þú segir einmitt, sko, ég hef unnið við þetta mjög langa tíma til að vera ágætinn í að gera leikjakerfi. Ég get ekki hannað leikjakerfi sem er til þess fallið að takast á við þau verkefni sem ETS-kerfið á að takast á við. Já, sko, einmitt, það er nefnilega, sko, þegar maður segir leikjakerfi, þá náttúrulega, sko, þú náttúrulega þekkir þessi mál mjög vel, hvort það veist leikjafræði eða bara, veist, svona
svona hagfræðikerfi og allt það í grunninn til, game theory, þetta eru leikjakerfi og þau hafa með, hvað að gera og hérna, reyna að íta ákveðnum kötum í ákveðna farvegi og reyna að sjá fyrir hvernig fólk hegða sér, reyna að sjá fyrir sér fyrstu afleiðu, aðra afleiðu og þriðju afleiðu af þeirri hegðun. Kassar Sönstein kallar þetta nudge, sem er alveg gott orðið verða, svona nudge af fólki. Já, það er verið að reyna að koma fólki á einhvern stað og það er alveg óheyrilega erfitt að gera þetta þannig að rétt sé og maður þarf stanslaust að vera að tjúna þetta og tvíka þetta til. Við erum náttúrulega bara búin að vera með, ég held að 1000 manna við vinnu við Online að reyna að svona tjúna kerfið til svona á okkur svona 6 mánuða fresti þar sem við erum að fínstilla alls konar að því bara fólk er rosalega klárt að sjá hvað við ætlumst og gera svo bara eitthvað annað og finna bara dásamlega bara svona uppátækja sama leiðir til að gera það og þetta ETS kerfi kemur út og svo einhverju leiti stabiliserast þetta í eitthvað svona dæmi og svo kemur allt fólkið sem er rosa útsmóið og fyrir bara að leika sér í kringum þetta leikakerfi og er orðinir sérfræðingar í því og fara bara að gera eitthvað allt annað og svo bara verða alls konar aðrar og þriði afleiðingar óætlaðar afleiðingar og það er endalaust dæmi alls konar skipanir hér og þetta Marakó, og fara svo yfir til Spánar allt þetta dót og svo náttúrulega bara útlendis misvægi á milli Evrópu og Kína ég meina þeir bara í rauninni fluttu allar mengunina til Kína og keyptu hana og svo aftur tilbaka og menguðu svo bara líklega meira en ég held að það sé bara ómögulegt að reikna það út því þú þarft einhvern veginn að sjá í gegnum allt evrópska kerfið og allt kínverska kerfið og svo allt sullið þarna á milli ég held að sé bara að það er ekki nokkur leið það er ekki til nokkur gerfið að reikna þetta út sko en ef maður bara horfir át svona heilt yfir bara svona common sense-lega séð það getur ekki verið að þetta sé að hjálpa umhverfinu hvernig dettur ykkur það í hug meðan að það sem átt að gera er bara að efla hagkerfið, taka economic surplus, fjárfesta í betri leiðum til að framleiða orku og það er náttúrulega fullt í gangi það er alveg í gangi í Evrópu, þeir eru að byggja stór samrunaver, bæði náttúrulega út alla hérðir, Kínverjar eru komnir mjög langt, Danir eru komnir langt með þóriumreaktora, Bretar náttúrulega með Sheffield og risa samrunaver þar, þetta mun hafast á lokum, en þá bara efla hagkerfin, taka afganginn, fjárfesta í næstu tæknibyltingu, hvort það eru gagnaver út í geim eða samrunaver eða hvað það er, eða sólarver, sólarorkur rafhlöður eins og Kínverjar eru búin að gera. Kínverjar eru mögulega næstu búin að leysa þetta. Ég held að þessi 1 terawatt af óuppsettu sólarrafhlöðu rafmagni í Kína, bara þegar framleitt. Og og þeir eru alveg búin að menga alveg helling á meðan, en þeir notuðu afraksturinn því til þess að leysa málið svona once and for all. Meðan að Evrópusambandið tók það afleiðingu að bara, já, nei, ok, nú má enginn menga, já, nema Kínverjar og sendum allt þangað og svo kaupaðu aftur af þeim og umskipum í Marokkó. Er allt í lagi í Þýskaland? Hvað eru allir bílarnir ykkar? Veist, þetta er bara eitthvað sem fólk gerði og horfði bara á lestarslýsið, bara í slow-mo, bara klikk, enda eru Þjóðverjar orðnir brjálaðir. Ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi er svona ótrúlega gott er Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara, þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem að ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi, ótrúleg útsjónasemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta er nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið á málið. Já, þetta er og sem er náttúrulega önnur risastór breyta sem er fyrst alveg vera mjög sérkennilegt að ná ekki meira upp á pallborðið að stærsti flokkurinn í Þýskalandi hefur þá sinni stefnuskrá að ganga út úr Evrópusambandinu og evrunni. En það er einhver svona, þegar maður er að tala við jásinn, einhver svona framtíðamúsík sem að skiptir einhver máli. Og ég það svona, við viljum fara hann inn, við viljum taka upp gjaldmiðil sem að mikilvægasta landið segist vilja fara úr og fella niður þann gjaldmiðil. En eins og við höldum okkur við þetta
með ETS-kerfið og hérna Albert Jónsson hefur einmitt verið að fara rauk fyrir okkar sko stöðu sem Íslendinga þar sem að við erum einhvern veginn búin að vera sko bara fagnaðar óp þegar við fáum undanþágur til 2 ára til þess að fullu taka upp þetta kerfi sem að þó næstu búið að granda, eða allavega búið að granda örugglega einu flugfélagi sem var Play og búið að koma hérna Icelandair í hræðilegar horfur og samt erum við með 85% endurnýjanlegri orku, komum miklu lengur en öll önnur lönd, en samt ætlum við að nota prósentu hlutföll af afrakstri á punktstöðu til þess að meta það hvenær, sko hvað við eigum að vera greið inn í þetta kerfi og svo ætlum við beint inn þar sem að við segjumst alltaf að sæti við borðið og ætlum væntanlega það að mæta og segja já, heyrðu, Evrópusamband, nú hætti þið þessu rugli. Sko, ok, áhugavert, tökum aðeins þetta mál af því að sko forsa þessa mál hvernig ETS-kerfið verður partur af EES og hvernig við innleiðum það smá saga ef við hefðum haft sæti við borðið ég held við höfum gert þetta verra. Útskýrðu? Já, Vinstri grænir hefðu bara farið til Brussel og áætlunin var hér ætlum við að reglusetja til að minnka útblástur og við höfum bara farið bara í klappstýru sveitina alla þessa hluti og ég veit ekki sko hver hefði átt að sjá fyrir alla leikja kerfisminstrin á þessum tíma af þessum mannskap sem við höfum á þeim tíma bæði í Evrópu og hér og bara stemmingin í samfélaginu þá bara héldu allir, já ok, við leysum þetta bara með lögum leysum bara umhverfisvandamál hérna þessu keksflókna vistkerfi sem að afleiðingar mengunar með einhverju endalausi lagasetningu ok, ef við kaupum það að kolvetni í andrúmslofti hafi þessi áhrif og ég ekkert að challengea því í rauninni ég bara ekkert enga forsend til þess og ég held að bara enginn hafi neina forsend til þess ég held að sé hvorki hægt að sanna þetta en afsanna þetta bara, það ekkert að gera eitt API-test, það ekkert að gera samanburðartilraun það ekki, að mörguleiti ekki hægt að beita vísindum til þess að komast inn í niðurstöðu en tökum við þetta bara trúanlegt, það er bara fínt það er ekkert að því hvernig á maður þá að leysa svona vandamál og ég meina að svona vandamál eru leyst með tækniþróun þetta er afleiðing tækniþróun, ég áttum á því en það er bara, saga mannkins er bara það að við leysum það með tækni og vísindum og þetta er einmitt það sem Albert Jónsson er einmitt búinn að vera að segja sko að versta við þetta er að þetta tók hagvöxt í Evrópu svolítið úr sambandi og þetta er endar, ég fjallum þetta í öðrum þætti Draghi-skýrsluna þar sem að Draghi, út af því að fyrsti kafli Draghi-skýrslunar í svona djúpgreiningar kaflanum sem er lengri skýrslan sem er B-hluti að þá segir hann í rauninni nákvæmlega þetta þar sem að þeir eru búin að koma sér í stöðu þar sem þeir þurfa nauðsynlega á fjárfestingum að halda til þess að fá þessar fjárfestingar þá þurfa þeir nauðsynlega á þessari orku að halda orkan er ekki fyrir hendi og þeir fá ekki fjárfestingar í það að byggja hann nefnir sérstaklega dreifikerfin en í það að koma upp þessari orku þannig að þeir eru komnir í svona svolítið pattstöðu þar sem að þeir þurfa fjárfestingarnar til þess að búa til orkukerfið en þeir þurfa betra orkukerfi til þess að fá inn fjárfestingarnar Ertu búin að gera þáttu það? Hvað leiddi til þess að Þjóðverjar lokuðu kjarnorkuverunum sínum? Nei. Ok, þú ættir að gera það. Sú saga leikur nokkuð fyrir. Það er búið að skrifa hana nokkru sinnum. En þetta er í rauninni rússnesk njósnaaðgerð. Og þetta er ekki álhatakenning, sko, þetta leikur fyrir. Það er bara ansi mikið af peningum sem fóru frá Rússlandi í græningjaflokkin í Þýskalandi á forsendum þess að kjarnorkuver væru mjög slæm. Þeir ná árangri með rússneskum peningum óaðvitandi. Þeir voru bara styrktir, fylltir af peningum, komast til veguverðingar. Þetta verður svolítið narratífið. Fukushima spilar hana mikinn part líka. Svona neistinn sem tók allt þetta hálm í gang. Og þú ættir híklust að fara að grafa honni þetta en þú grefur honni allt. Nei, ég hafði ekki þetta, mér finnst þetta mjög höfvert. Já, og það býr til þetta svona þjóðfélagsástand þar sem að Angela Merkel fer í gang að gera þetta og þetta peace through trade og allt það. Þetta er bara psyop af Rússum. Það er svakalegt. Ég meina, það kemur ekki óvarsamt. Ég meina, hvernig óskupunum? Allir eru öðruvísi að skýra þetta og paper trailið liggur eiginlega nokkurn veginn fyrir. Endilega farið að grafa þetta upp. Já,
þetta alveg borderline álatakenning sko, en bara hvernig ætlar fólk að útskýra það öðruvísi að þýska verkfræði undrið ákveður það allt í hennu að loka öllum kjarnorkuvörum sínum og kaupa gas á Rússlandi í einhverju peace through trade og gefa Rússum alla þessa peninga til að byggja vopnabúnaða, til að ráðast á Úkraínu, en þannig að í dag er Evrópa að borga meira til Rússlands en Úkraínu, bara ennþá í dag. Já, þeir eru að kaupa hergögn báðum megin til að eyðileggja þau. Svolítið eins og ETS-kerfi á Kína. Og einhvers konar er þetta afleiðing ETS-kerfisins. Og nú er ég ekki að segja þetta fólk, þetta er allt mjög vel gefið fólk og það meina allir vel. En við vorum bara að hafa svolítið auðmygt fyrir því hvað er erfitt að ná utan svona hluti. Það er ekki hægt að ástæðan fyrir við reynum ekki að miðstýra öllu með svona rosalegri reglusetningu. Það er ekki nógu klárt til að gera þetta. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps er HD. HD er íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum. Fyrirtækið rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta er bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda, farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. Nei, og þetta er ástæðan líka fyrir því að ég hef pínu áhyggjur á Evrópusambandinu. Ég var að ræða hérna við Snærós Sindradóttur nákvæmlega þessa hluti og þá sagði hún sko að það verði bara svo miklu auðveldar að vera stjórnmálamaður í Evrópusambandinu og hún meinti það ekki eins og ég túlka það, en ég aftur á móti heldur sér rétt hjá henni. Það verði miklu auðveldar að vera stjórnmálamaður á Íslandi, einfaldlega út af því að þá þarf ekki að bera ábyrgð á þeim ákvarðanatökum sem að teknar eru. Eins og við erum náttúrulega að lýsa þessu þætti, þá er Evrópusambandið í miklu flóknari stöðu heldur en voru þegar að bæði ég og þú höfðum svona vorum ekkert eitthvað frábærlega hlindir í gangi inn, en svona betra en krónan fínt að kíkja var svona mitt take á þeim tíma. Sama hér, og það var einmitt, ég sagt það svo oft í þessu þætti að það var nákvæmlega mitt take líka. Ég til að viðskiptakostnaður af því að vera með krónuna sé það mikill að það hamlar örugglega ákveðnum þáttum sem að hefur, eins og segjum, bara svolítið líkt því sem við vorum að tala með reglugerðir og gervigreind. En aftur á móti þegar að Evrópusambandið er að takast á við þetta og við erum með Þýskaland og AfD og allt þetta dót og allt að byggs og einhvern veginn Úkraínustríðið og einmitt að fjármagna það beggja megin og í miklu allt annari stöðu hvað var það orkumál og fleira. Þetta mun leiða til þess að við sko, ég held að vera auðveldara fyrir stjórnmálamenn af Íslandu, þeir bara, þetta er ekki mitt til að segja, þetta er bara ESB reglugerð sem fer sjálfkrafi gegn, við þurfum ekki að ræða það út af við þurfum ekki innlega gennum alþingi, en það að við ætlum að kæra okkur að fullu leyti inn í þessar hringuðu og geta einmitt ekki bröðist hratt við ýmsum ágöllum okkar kerfis er, ég veit það ekki, mér finnst það algjörlega fjarstæðukennt. Sko, ég er svo með þér. Mér finnst það á þessum tímapunkti að nákvæmlega eftir þessu stöðumæti fáránlegt eins og gangi í Bandaríkin. Já. Veist, ef þetta er að kíkja í pakkan og gera góðan díl og allt svoleiðis, ef það er markmiðið, af hverju töluðu þá ekki bara líka við Bandaríkin? Sem ég er alls ekki að mæla með. Nei. Ég er bara ekki að mæla með neinu. Við höfum bara að halda áfram með okkar plan. Það virkar vel. Það er búið að fara mjög ígrundað með atvinnustefnu, vísinda og nýsköpunarráð, aðgerðaráætlun, hendum okkur bara í þetta. Og við munum bara vera litli hraðbáturinn sem bara siglir á öldunum og við erum búin að laga ekki öll okkar, umhverfismál og nýtum það borð sem verður fyrir báru með því að koma höfurkagerunum sem stærstu stóðinni, þá verður rúm, við erum búin að ná gengi krónunar undir kontról og það kostar eitthvað, vissulega. Ég held að fólk kannski þurfi líka aðeins að hugsa það. Ég held að þýski bankinn reikna ekki kostnað á gullinu sem hann á. Þurfi ekki að reikna vaxtamunum við viðskipti og gullinu sem þeir eiga og einhverjum tímpoti verður þetta bara peningar sem við erum bara að safna í forða. Hann er á láni núna en einhverjum tímpoti er hann bara á vöxtum og við erum bara að halda okkur að vinna með það að vera með jákvæðan inn- og útlendingsjöfnuð, safna í sarpinn, vinna okkur meira og meira upp eins og Noregur hefur gert náttúrulega í gegnum olíu og annað slíkt. Við getum alveg gert það í gegnum þetta, í gegnum hugverk. Við höfum bara að gera það
og einhæmt okkur í það, sína því athygli, það að vera að sína því athygli að laga Draghi-skýrslumálið, veist, og hafa sæti við það borð, bara nei takk. Höfum bara hennan 2 ára buffer í EES, innleiðum þetta án gullhugunar og bara til að fá verið með því, fjórfrelsið frábært, höldum í það, fáum kannski bara Færeyjar og Grænland og kannski Bretland í EES með okkur á Noregi. Já, nei, það sem Eldur Ólafsson einmitt sagði, hann sagði einmitt að eitthvað á þessa leið sko að það ætti að vera að skoða samninga við einmitt þessi ríki sem eru Færeyjar, Grænland sem eru náttúrulega í miklu líkari stöðu heldur en við, miklar auðlindir, litlar þjóðir, með samt alveg greiðanlegan slagkraft varðar ýmis bara svona alþjóðamál í dag, vinklaði norðurslóðir og opnun miðjuleiðnar í gegnum hérna Norðursjó og fleira. Já. Og horfa upp til okkar. Ég man mjög skýrt, sko, ég var beðin að koma í opinbera heimsókn til Færeyja, rétt upp úr hruni, Steingrímur Jóð, hafði samband við mig og spurði hvort ég vildi koma með honum til Færeyja að þakka fyrir lánið. Færeyingar voru eina landi í heiminum sem lánaði okkur peninga hann upp úr hruni og bara okkar bestu vinir. Ég fór hérna og ég held einhverja ræðum í online og eitthvað svona eins og maður gerir og ég hef nú mikið af því þessi árin og alltaf svona þegar maður var að gera þetta þóttu öllum það stórmerkilegt og þó sérstaklega merkilegt að þetta verið að gerast á Íslandi bara, þetta gerast á Íslandi? Það voru bara ennþá merkilega nema því ég kom og sagði frá online í Færeyjum þá bara, já, auðvitað þetta gerast á Íslandi þið eru svo fokkið með þetta akkur eru við ekki meira sem þið það var bara bókstaflega, sko og ég hef aldrei hitt þetta fyrir áður að þið eru alltaf svona, þetta frá Íslandi stemmingin, sko bara, við erum bara eins og stóri bróður í Færeyjum og ekki verið að gera eitthvað mikið úr okkur en þetta er svona dýnamíkin en við oft horfum framhjá Færeyjum og Grænlandi í einhverju svona, ég vil bara segja snobbi að við frekar bara að vera eitthvað í Brussel frekar heldur en að vinna með okkar næstu nágrunum. Eldur segir þetta með grænlendinga, við erum einmitt alveg snobbaðar gafvægt grænlendingum sko, sem ég held að við ættum ekki að vera. Já, og einmitt þetta kemur upp með Trump og allt þetta. Já, ok, hvað eru við að gera? Ef okkur er svona antum Grænland sem að okkur fyllilega á að vera og þetta er frekar mænuskatta sem Trump er að gera á öllu leiti, ekki að undirsteka það næði leiti. En ef okkur er svona antum þá, fyrir þá að gera með hvað? Já, ég bara gæti ekki verið meira sammála og Eldur náttúrulega að gera að mínum að þið frábæra hluti. Já, er hann ekki að verða stærsti skattgreiðandi? Er ekki Amarok að verða stærsti skattgreiðandi á Grænlandi? Jú, ef hann er ekki orðin þá var hann alltaf í öðru sæti og hraðberi að verða stærsti. Gerum meira svona? Já, ég er sammála því og það er ástæðan einmitt fyrir því að ég hef sagt svo oft í þessu þætti. Það er eina ástæðan fyrir því ég vil ekki ganga hann inn er regluverkið. Þú veist, ég er ekki að horfa á Evrópusambandið eins og það búið að vera. Það hefði kannski verið fínt fyrir okkur að vera innan þess á einhverju tímapunkti að fara inn í það og fórnarkostnaður framtíða tækifæra og þá er ég að meina sko tækifæra sem við munum aldrei vita hvað hefði geta orðið. Sko, ég ætla aðeins að taka gaman á þessu myndlíkingum sko með regluverkið. Ég horfa á þetta svolítið svona stýrikerfi á tölvunniðinni og nú ertu ég með Mac-tölvu og þegar Apple fór að gera iPod og síðan Síman þá tóku þeir ekki stýrikerfið sem er á Mac-tölvunum þeir byggu til nýtt stýrikerfi fyrir iPodin sem verður síðan stýrikerfið á Símanum og rosa mikið mál að gera stýrikerfi en þeir voru náttúrulega bara þeir gáttu aldrei keyrt stýrikerfið sem er notað á Mac-tölvunum á Símatölvunni því það er miklu minni örkerfi og það kostar rosa mikið rafmagn að keyra stýrikerfið macOS versus að keyra iPhone OS eða sérstaklega voru að byrja með iPodin gerðu bara sitt eigið stýrikerfi þetta er svolítið þannig að hverju eigum við að vera að taka einhverja uppfærslu af einhverju hræðilegu stýrikerfi frá Evrópu sem að þeir sjálfur eru búin að gera ástandsskýrslu að legur minni er alltaf að krassa veist, virkar ekki á nýjasta vélbúnaði skilar ekki þeir sem þeir vilja þetta er bara ónýtt stýrikerfi og nú þarf þeir að fara í endurbætur og sínu stýrikerfi og fara að rífa þetta allt í sundur og endurskrifa þetta og bara frábært. Ég bara innilega vona fyrir allan heiminn að það gangi vel. Hér erum við með okkar eigið stýrikerfi sem bara hanna fyrir okkar aðstæður. Við erum svona Síminn eða iPodin í þessu samhengi
Við ekki vera að taka eitthvað hérna ofurtölvu stýrikerfi og setja á okkar litlu vegi. Við erum allt öðruvísi. Hérna erum við smá, mikið traust, við þurfum ekki svona mikla reglur að því við bara treystum fólki betur. Að það er erfitt að treysta 40 miljón manns með alls konar bakgrunn og motivation og út allar trissur og allt það. Miklu meiri reglusetning, miklu stærri, yfirgripsmeiri og allt það. Bara allt og stórt og úrelt og frekar lélegt stýrikerfi að þeirra einmati. Við höfum kannski að taka eitthvað smá uppfæslur og góðar hugmyndir hér og þar og helst ekki gullúða, heldur bara finna okkar leiðir í því. Og EES gefur okkur alveg frelsi til að gera soldið af því. Við höfum tekjara buffer til að meta ástandið og hvernig þetta gengi hjá þeim, gera kannski ykkur aðlæðingar að sér íslenskum aðstæðum. Ég þekki það ekki alveg lagatæknilega en ég myndi vilja að ykkur myndi skoða með ETS-kerfið. Hvað hefðu við í rauninni geta gert ef við förum bara og gerum postmortem á því af hverju innleitum við þetta ETS-kerfi svona, hvað getum við lært af því? Getum við notað þann lærdóm til að vinna betur með löggjöfina sem kemur í gegnum EES og hérna ég sá nú að það er eitthvað sprótafyrirtæki hérna á Íslandi sem er búið að gera eitthvað svona gullhúðunar greiningatól hérna og þau eru meira að fara að selja það til aðra EES-landa. Nýta svona hluti til að bara gera þetta betur, vinna betur með þetta. Við erum vissulega þurfum að vera í einhverjum samskiptum við þessi 2 stýrikerfi okkar og stýrikerfi þeirra að því við erum með EES og það er bara besta mál. Við getum alveg stáð okkur betur þar, unnið meira með þetta, gerum það bara vel. Þessi 2 ára buffer lifur okkur rosa mikið til að sjá hvaða skaði er að koma. Það hefur komið sér vel í EU-akt, Omnibus kemur á milli og það er kannski Omnibus 2 kemur síðan. Þá er alltaf búið að uppfæra þetta tvisvar á þennum við förum að fara að innleiða. Bara, það skiptir bara ótrúlega miklu máli í gervgreindar hraðanum að gera það. Ég held að við höfum að vinna miklu meira með það, sinna því athygli, byggja upp okkur sjálf, eins og það hefur gengið vel. Hugverkabransinn orðið númer 2, verður númer 1, 2030. Bara aðgerra áætlun liggi fyrir mikið af því í kringum menntakerfið. Það er virkilega kreppir skófinn. Evrópusambandið er ekkert að fara að hjálpa með það, bara ekki neitt. Nei. Það er algjörlega okkar mál. Vextur og verðbólga, ef við gátum, náð, böndum, utanum gengi krónunar og við eigum þetta borð fyrir báru. Ég held að þessi allir í gegnum þessa umröðu yfir sumarið með alveg bara innkaupaleista af því af hverju er svona mikil verðbólga og það er vel. Nýtum þessa athygli á málinu, vindum ofan eða þessum sjálfvirku hækkanir, gerum betra vinnumarkaðsmódel. Evrópusambandið er ekkert að hjálpa þau neitt að þessu. Við þurfum bara að gera þetta sjálf. Nýtum þessi 2 ár, eða 3 ár, eða 5 ár að þrátta við Evrópusambandið sem er brjálæðslega mikil vinna. Göngum í þessi mál og ef við bara horfum stöðumyndina, hver er við eftir 3 ár? Búin að ná árangri með þetta? Eða ennþá á einhverju ferðalagi að fá evru sem að líklega gerist ekki fyrir 2042 til 2055. Ég sé mjög góða greiningu þar sem að vandamálið innan ERM2 er að ERM2 er fyrst og fremst til að finna út skiptigengið. Fyrir ERM2 þá var það þessi svona stöðu mat / hjálp við það að taka upp og uppfylla skilyrði fyrir það að taka upp. Já, það verður alltaf að nota orðið hjálp hérna. Já. Þetta er ekki það. Þetta er til að finna skiptigengið á íslensku krónu á móti evru. Og þar fara hagsmunir okkar ekki sama. Býtum við, mér hefur verið sagt að ERM2 reyndar frá fólki sem að sagði alls konar hluti. Já. Að ERM2 var þess að hjálpin. Þetta er ekki það. Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá er gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna er þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir á heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða. Sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annar staðar að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga. Og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarp er í samstarfi við bæjarins bestu pylsur. Þetta auglýsir sig náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pylsu þá veistu nákvæmlega hvað þið langar í. Þið langar í bæjarins bestu pylsu og það er því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarpi í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Við getum ekki lán frá Evrópska seðlabankanum til að byggja forða. Við getum gert það.
og það lán var á lægri vöxtum heldur en þau lán sem við tökum núna til að byggja upp gjaldeyrisforðann. Þetta satt. Þeirra hagsmunir, hugsaðu bara aðeins þetta, þeir ætla að láta okkur frá evrur, sem vera nýprantaðar evrur, munu auka peningamagn í umferð. Þeirra hagsmunir að láta okkur frá minna, frekar en meira. Og þá þarf að finna skiptigengið sem rétt. Þú ert með hátt vaxtastig á gjaldmiðli, þá propparu upp gengið. Það heldur genginu uppi. Þetta hávaxtastefnan sem var rekin fyrir hrun og við erum einhverju leiti ennþá að reka í einhvern svona verðbólgu FIPA-kerfi sem að ég held að við þurfum eitthvað að augljóslega ná betur utanum. En markmið ERM2 að lækka verðbólgu og þar að leiðandi vaxtastigið. Af því að þegar vaxtastigið komið þarna, neðstu 3 löndin, meðaltal 1 ár og allt þetta, það til að finna skiptigengið á Evrópu. Nei, evrunni. Evrópu sambandi vil fá það niður, við viljum að einhverju leiti fá það upp. Ef við ætlum að halda því uppi til að fá gott skiptigengi, þá þurfum við að taka lán frá Evrópska seðlabankanum, þá þurfum við að verja því fyrir þetta. Og svo gerist að því að raungengi íslensku krónunnar mjög hátt núna, einhverju leiti haldið upp á vaxtastiginu, allir Íslendingar sem eiga einhverju pening hafa bara í bankanum, þeir eru ekki að skipta þeim í evrur eða gera eitthvað annað, því að vaxtastigið svo hátt, þetta bara eðlilega höfun. Síðan þegar þetta byrjar, þá getur það er svona vélenda bakflæði, þegar gengi íslensku krónunnar lækkar, þá hækkar verð innfluttra vara, býr til verðbólgu, hækkar vaxtastigið, aftur. Þetta getur tekið 10-15 ár. Að ná raungengi íslensku krónunnar til að læna upp þannig að verðbólguvextir fari í neðstu 3 löndin í Evrópusambandinu sem líka floating target. Það getur bara orðið mjög langt að því það gengur mjög illa hjá þeim. Þú veist, það eru með neikvæðan hagvöxt. Það getur bara verið neikvætt. Já, og þá verður við að fylgja því einhvern veginn. Já, og þetta er meira svo útgáfa á þess að þeir fara meira í neikvæðan hagvöxt og fara eins og Japanir að vera með neikvætt raunvaxtastig. Þá erum við í eilífðarvél sem endar aldrei. Og ég meina, þetta liggur svo augljóslega fyrir. Ég bara skila ykkur enginn að tala þetta. Jón Danielsson skrifaði fyrir ágætisskýrslu og freka bjarsína 2042 en sko prófaðu láttu bara klót skrifa forrit og ég meina allar staðreyndir liggja fyrir. Hérna ertu með kerfi sem íslenska krónukerfið á þessu vaxtastigi, á þessu raungöngi, sögulega séð og peningamagni umferð og allar þessar stærðir liggja fyrir. Hérna eru þessi 3 lönd, hérna munu þau trenda. Hvenær náum við að hitta? Það 2042 til 2055. 2055. Evran, yay. Nei. Hilmar Veigar Pétursson, takk fyrir mjög tæknilega en mjög fróðlega yfirferð. Takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Já, þangað til næst.